Við ætlum núna að ræða niðurstöður úr vinnustofu sem var haldin nýsköpun í heilbrigðiskerfinu og við ætlum að fara yfir þessar niðurstöður með tveimur sérfræðingum sem þekkja málið vel og ætla að eiga við þær samtal. Það eru þær Sigríður Valgeirsdóttir sem skrifstofustjóri á skrifstofu nýsköpunar rannsókna og stafrænna mála í mennta-, nýsköpunar- og háskólaráðuneytinu. En áður en hún kom til starfa í stjórnsýslunni vann Sigríður árabil erlendis, þar á meðal í stjórnendateymi hins alþjóðlega lyfjafyrirtækis Roche. Og svo erum við með Svövu Maríu Atladóttur sem í leyfi frá störfum sínum sem framkvæmdastjóri Þróunar- og Landspítala en hún starfar núna sem sérfræðingur í stafrænum málum hjá heilbrigðisráðuneytinu. En hún hefur víðtæka reynslu af þróunarstarfi innan heilbrigðiskerfisins og meðhöfundur bóka notendamiðaða hönnun í heilbrigðisþjónustu. Ég ætla að biðja þær að hitta mig hérna við pallborðið. Við myndum bara byrja þetta spjall, Svava, þú getur sagt okkur aðeins frá þessari vinnustofu, til hvers var hún haldin, hverjir voru þarna og svona bara freyma þetta aðeins fyrir okkur. Já, kannski bara byrjaði að segja að þegar ég var á spítalanum þá vorum við ofta að halda svona vinnustofur og þegar það kom til tals að halda sameiginlega ráðstefnu hérna milli ráðuneytanna að þá bara var borðleggjandi að taka þetta samtal saman. Já, ég skal taka þráðinn, þið heyra alveg í mér. Ég ætla bara að byrja því að það fólk oft svo ringlað á því hvað ráðuneytið okkar heitir. Það reyndar menningar, nýsköpunar og háskólaráðuneyti. Þannig að menningin líkilega þáttur í þessu öllu saman og ekki síst þegar kemur að nýsköpun og gervigreind. Já, byrjum við. Það þetta komið. Já, við sem sagt eins og kom fram þá heldum við í undirbúningi fyrir þessa ráðstefnu þá ákveðum við að hafa vinnustofu því við þurftum að heyra raddir úr feltinu eins og við kallum það það hverja væri helstu tækifærin, hverja væri helstu áskoranir, ekki síst á sviði rafrænnar nýsköpunar í heilbrigðiskerfinu. Og okkur langaði að heyra ofan í fólk hvað væri sérstaklega, hvaða ábendingar væru til okkar það sem að vera ekki að virka vel. Ef við förum í fyrri glæruna fyrst og þarna sjáum þið hrúgu af alls konar ábendingum, við fengum mjög góða mætingu fyrir það fyrsta og vorum ofsalega ánægð með það. Og við fengum líka mjög góðar ábendingar af mismunandi borðum. Hér eru bara með svona stikkprufur það hvað fólk var að benda á. En þetta var meðal annars það hve prófunartíminn væri allt of langur, hvað þetta ekki væri stundum óljóst hvaða verkefni þetta væri í forgangi. Og það var engin stefna þar það komu líka ábendingar að vænta meira markvisst fjármagn. Það væri ekki farvegur fyrir grasrótina að koma hugmyndum sínum áfram og það væri líka heilmiklar ábendingar varðandi gögnin, hvernig gögnin séu ekki stöðluð og ekki nógu aðgengileg og fleira sem að þið sjáu hér. Við báðum fólkum að velja við sem sagt á næstu glæru sjáum við hvernig við flokkum þetta aðeins niður og báðum fólk síðan að kjósa svona hvað það myndi helst setja í fyrsta sæti og annað sæti og þriðja sæti og þess háttar. Og þetta náttúrulega alls ekki tæmandi listi yfir það sem hefur verið að koma fram. En í takti við það sem hefur verið að koma fram áður, þetta kannski má segja að flesta af þessu hafi komið fram áður og Svava kemur inn á það eftir líka, að það er svo gott að heyra aftur og orðað með nýjum hætti það sem að fólk að benda okkur á. Og þar var náttúrulega þessi skýra klíníska þörf og forgangsröðun hátt skrifuð. Það kom líka þessi ábending að skýra hlutverk hins opinbera, hvar á hið opinbera vera til staðar og hvar ekki. Mikil ábending miðlægan vettvang, þar sem við værum að safna saman upplýsingum, ábendingum, forgangsröðun, þess vegna fjármagni og þess háttar. Og svo framvegis. Ég ætla nú ekki fara endilega í gegnum allan listan, en þarna sjáum við að þetta var svona það fóður sem við
meðal annars höfðum með okkur inn í þessa ráðstefnu í dag. Og voru þetta þá aðilar úr nýsköpunarumhverfum sem höfðu reynslu af snertingum við þetta opinbera og gátu miðlað af sinni reynslu? Já, þetta var samtíningur, þetta var sem sagt bæði fólk úr sprotaumhverfinu, úr stuðningsumhverfi sprota og stuðningsumhverfi heilbrigðisþjónustu og frá þeim stofnunum sem að vinna að heilbrigðisstofnunum og nýsköpun þar á sviði. Og það mikilvægt að það verið að safna saman augljóslega upplýsingum og gögnum. Ég meina Svava, nýlega var unnin skýrsla mat og stafrænni þróun og gagnamál í heilbrigðiskerfinu. Geturðu sagt okkur aðeins frá því verkefni? Já, bara með glöðu geði. Við höfum kannski mörg upplifað sjálf og það var líka birt í vor grein frá notenda, frá sjúkling, að upplifun notenda brotakennd af kerfinu okkar. Og það sem að hefur gerst bara með tímanum að hver stofnun hefur að þróa bestu lausnir fyrir sinn sjúklingahóp á þeim tímapunkti sem þeir eru að vinna með þeim og til hefur orðið bara stafrænn frumskógur, upplifunar sem við erum að leggja á veikasta fólki okkar til þess að reyna að komast í gegnum. Ég þarf að muna eftir að nota þetta app þegar ég að tala við Landspítalann og heilsuverið tala við heilsugæsluna og hringja á þessum tíma í þennan sérfræðing. Og það sem verra að þessar tækniframfarir þær eru að grafa undir trausti gagnvart heilbrigðiskerfinu. Við erum ekki að tala saman sem ein heild. Samhliða þessu þá höfum við líka orðið vör við það að á Landspítalanum gífurlega mikil þróunargeta. Við erum með heilt svið sem heitir þróunarsvið og erum að sinna mjög öflugri og góðri framþróun fyrir Landspítala. Og það verið að hugsa ákveðið sílóið þar og það kannski kemur í veg fyrir að sé hægt að með einföldum hægt að yfirfæra verkefni á lægri þjónustustig eða allir njóti góðs af. Þannig að það var bara ákvörðun og það var ákvörðun heilbrigðisráðherra að ráðast í að taka bara mat á stafrænum málunum í heilbrigðiskerfinu á Íslandi og við unnum þessa skýrslu á 3 mánuðum. Þetta var gert með staðlaðri aðferðafræði frá alþjóðlegum samtökum sem heita HIMSS. Sýrin nefndi það áðan líka, það mikilvægt að nota stöðlu tól og óháða aðila í svona úttektir. Og það sem það gaf okkur að það gaf okkur einkunn. Og þessi einkunn á landsvísu leyfir okkur að bera okkur saman við önnur landsvæði annars staðar í heiminum og gefur okkur áþreifanlega skref sem við þurfum að stíga til þess að komast áfram í þroskastigi okkar. Samhliða þessu þá líka tókum við 26 samtöl við einstaklinga, við notendur, við sjúklinga, við nýsköpunarfyrirtæki, við þróunaraðila á einkamarkaði, einkarekna stofnanir, opinbera aðila, sjúkratryggingar, embætti landlæknis, bara við alla haghafa sem okkur datt í hug á þeim tímapunkti að þyrftu að hafa aðkomu að þessu. Og þetta var líka mjög mikilvæg þáttur í því að taka ekki bara einhverja einkunn og einhverja tillögur, heldur tryggja við séum að taka raddirnar þeirra sem eru hér og aðlaga þær líka að tillögunum. Og svo vildum við líka tryggja að við værum ekki að finna upp hjólið eins og við gerum kannski oft og við eyddum dágóðum tíma í á þessum 3 mánuðum að eiga samtöl við Norðurlandaþjóðir og aðra Evrópuþjóðir sem eru komna lengra í sumum tilfellum og styttra veg í öðrum en til þess að læra af þeim hvað við getum gert til þess að standa okkur vel. Og kom einhverjar grjótharðar tillögur út úr þessari vinnu? Já, það komu grjótharðar tillögur úr þessari vinnu. Ég kannski bara sýni þær. Þær eru nefnilega mjög einfaldar. Þær eru bara 2. Við nefnilega stöndum okkur ágætlega en það eru stór og mikilvæg hugrakksskref sem við þurfum kannski að stíga ef við viljum takast á við það sem þarf í næsta kafla í heilbrigðisþjónustunni hjá okkur. Það fyrsta sem kom í ljós að við þurfum virkilega að styrkja stjórnhætti okkar. Við erum með mjög öflugan og góðan stafrænan stýrihóp sem starfandi í dag, hefur verið í 3 ár eða svo, en hann blandaður. Og það tækifæri til að styrkja stefnumótuna með því að vera með stefnumótandi stýrihóp og í upphaflegu tillögunum tölum við að vera með fagráð sem að styðja við þennan hóp sem getur talað upplýsingaöryggi og áhættustýringar. Það skiptir máli fyrir hverja stofnun sem ég gera þetta aðeins meira miðlægt. Að við tökum gagnamálin aðeins fastari tökum og við samstillum okkur þar. Þetta einkum mikilvægt því að við erum með mjög gömul kerfi þannig séð og það aðdánavert að þau hafa komið okkur á þann stað sem við erum á í dag, 30 ár.
en það þarf að horfa fram á við. Þannig að það eru tillögur þarna varðandi staðla sem við förum nánar út í á eftir, en að taka þennan gagnavettvang líka miðlægt þannig að við erum með sömu gögnin á sama stað en vinnum í þeim kerfum sem henta hverjum að hverju sinni og opnum þetta líka fyrir nýsköpun. Það líka talað mjög mikilvægt að það sé klínískt fagrað. Það var talað þetta í morgun líka. Klínískir starfsmenn, heilbrigðisstarfsmenn eru þeir sem þurfa að vera að hanna lausnirnar. Þeir þurfa að vera með í því að búa til og segja frá hver þörfin að við snúum þessu úr því að koma með frábæra lausnir til klínískra starfsmanna í að fá þá með í að hanna lausnirnar og forgangsraða áskorunum. Og svo auðvitað það tæknihlutinn, það þarf að vera tæknifagrað til þess að tryggja við séum að róa í sömu átt. Það fyrsta tillagan. Þannig að bara ein tillaga þarna, hún mjög löng. Hinn tillagan að það hér að við erum með ójafna þróunargetu í kerfinu hjá okkur í dag. Þetta svolítið dreift. Við ætlum bara að færa þetta, við ætlum að færa þetta saman á einn stað þar sem að við getum betur nýtt og samnýtt það sem til staðar nú þegar í kerfinu en þannig að allir njóti góðs af og að við séum að hugsa meira í ferli sjúklinga, samfellu í þjónustu, þvert á þjónustustig en ekki hver stofnun og síló fyrir sig. Sirrí, hvernig rímar þetta við ykkar reynslu og nýsköpunarráðuneytinu við stuðning við nýsköpun og þróun? Þetta rímar bara mjög vel og einmitt það sem kom fram að vinnustofunni líka í rauninni þema sem við höfum verið að sjá í gegnum árin og við, sérstaklega núna þá sjáum við það að það allt kraumandi af nýjum hugmyndum, ofboðslega öflugt, gróskumikið frumkvöðlastarf í gangi en þessir sprotar og frumkvöðlar þeir reka sig allt of mikið á það að það of mikil óvissa regluverkið, hvað við megum og hvað við megum ekki, hver á að gera hvað og þetta hefur meðal annars komið fram í því að við höfum gert náttúrulega margt gott verið gert og við sáum það til dæmis í COVID þá að fara að stað með fjárfestingarátak til þess að efla samstarf milli frumkvöðla og hins opinbera og þar kom margt gott fram en það komu líka fram svona hindranir í því að meðal annars út af svona óvissu eignarhald, regluverk þá voru verkefnin að stoppa og kannski ekki bara í 2 mánuði, 3 mánuði heldur kannski alltaf í ár og það mjög langur tími í lífi frumkvöðuls í litlum fyrirtækjum. Þannig að þetta rímar mjög vel við það og við höfum verið að horfa á fleiri, það hefur verið sjóðir okkar vegum eða á vegum hins opinbera sem eru sérstaklega beint í þá átt að styðja við frumkvöðlastarf og það sem við viljum náttúrulega sjá að við séum að nýta þetta fjármagn eins vel og við mögulega getum. Eitt þetta óvissan sem að nýsköpunin felur í sig bara í sjálfu sér vegna þess að þetta alltaf áhætta en við viljum ekki að áhættan sé í því að við vitum ekki hvort að við uppfyllum skilyrðin til þess að geta framkvæmt tiltekna tilraun. Gott mál. Herðu, við ætlum að bara ljúka þessu í bili en eigum nánara samtal á eftir. Ég ætla að biðja ykkur að gefa Svövu og Sirrí gott klapp.